Have no use for other sweets of any kind since the day you came around. From the start I instantly made up my mind. Sweeter sweetness can't be found. You're so sweet, can't be beat. Nothing sweeter ever stood on feet. Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. Well, I don't blame them, goodness knows honeysuckle. When you're passing by, flowers droop inside, and you and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows, honeysuckle. Don't buy sugar, you just have to touch my cup now. You're my sugar, so sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection goodness knows honeysuckle. Every honeybee feels with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness. I don't blame them either, baby. 'Cause you're my honeysuckle. Girl, hush your mouth. Oh, when you're passing by, those flowers, they just droop inside. Droop inside? And we both know the reason. Why? Why? Ooh, you're much too sweet, goodness knows. 'Cause you're my sucker rose. Don't buy sugar. You just have to touch my cup now. My sugar, so sweeter when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey falling in. Confection, goodness, no good affection, goodness, no good affection, goodness, no, you're my honey suckle rose. Oh, mercy. Verið velkomin í loka þáttinn á fólki fyrir sumarfrí. Við sendum út beint frá Iðnó og erum hérna við íslensku yndislegu tjörnina á íslensku yndislegu júníkvöldi. Og það að hætta að rigna, þannig að ég bara tek niður regnhlífina.
En við þökkum Andreu Gylfadóttur og Seth Sharp kærlega fyrir þessa frábæru söngskemmtun. Þau eru bara rétt að byrja hérna í Reykjavík því að þau ætla að frumsýna söngleikinn Enga óþekkt, Ain't Misbehavin' sem verður í Loftkastalanum, frumsýning 8. ágúst. Og það svo mikið að vera í Reykjavík á sumrin fullt af frumsýningum og þessi sýning Engin óþekkt, þetta svona unnið í samstarfi við bandaríska og íslenska aðila og þetta verður semst á opnunarhátíð hinsegin daga í Reykjavík, Gay Pride, föstudaginn 8. ágúst. Leikstjóri og allir leikarasýningarinnar koma frá Bandaríkjunum og eru þar í góðum félagsskap Andreu Gylfadóttur. Það talað að þessi sýning, hún svona endurskapar stemningu á næturklúbbi í Harlem upp úr 1930 og hillir Fats Waller. Og það gaman að geta þess fyrir þá sem að vilja sjá meira af þessari tónlist áður en Andrea Gylfadóttir fer til Bandaríkjanna til New York að æfa meira. Þá munu þau spila á Spotlight annað kvöld 5. klukkan 10:30. Þar munu þau syngja fleiri lög úr söngleiknum ásamt öðrum sjóðheitum blueslögum. Og svo auðvitað meira á hinsegin dögum í Reykjavík í ágúst. En það svo margt sem við ætlum að gera hérna í kvöld. Við ætlum að velja sigurvegara í vali áhorfenda á framúrskarandi fólki. Við ætlum að fá hérna 13 manna band, þetta lúðrasveit frá Balkanskaga. Þetta eru Fanfare di Carlia, heimsþekktir listamenn sem ætla að spila fyrir okkur alveg heimsklassa tónlist. Skollaleikurinn með Árna Pétri, Hver býr hér, verður líka hjá okkur. Og svo það Götuleikhúsið. Það hérna fríður hópur af ungu fólki að gera æfingar og leikstjórinn Steinunn Knútsdóttir. Steinunn, hvaða þema hjá Götuleikhúsi Hins hússins í ár? Já, við komum að taka hérna bara þemað íslensk menning og svolítið eins og hún birtist okkur í dag og ekki vera hérna að dvelja neitt í fortíðinni, heldur bara hvað að gerast, hvernig finnst okkur Ísland vera í dag og hver teljum við okkur vera. Og til dæmis þemað í kvöld svolítið að hérna, Ísland náttúrulega besti staður í heimi. Hér hérna býr fallegasta fólkið og sterkasta, við erum menningarlegust, við erum trúuðust, við erum hamingjusömust og hérna þar fram eftir götunum og hér hreinlega bara kúrstaðurinn Ísland í hérna fullum blóma. Hér fólk í hérna meðferð út á Tjörn, það farið sett út á gummibát og fær ekki að koma aftur fyrir en það hefur til dæmis lesið allar bókmenntirnar og þá það náttúrulega sögurnar og hérna Íslands hérna sögurnar og Laxness og allt það og svo fólk að reyna að vera hamingjusamt og það í hérna hreysti hérna út á Hólmanum að verða sterkast. Þannig að þessi sem að gera æfingar í Hólmanum, þeir eru að styrkja sig? Þau eru að styrkja sig hérna og þetta hreystihópurinn hérna og þau hérna að gera æfingar og við erum náttúrulega svo mikið fyrir vatn og hérna sund þannig að það ágætis stef. Og þau eru sem sagt hérna út á bátunum og þau fá ekki að koma út hérna hinn fyrir en þau hafa hérna öðlast það sem þau reyna að uppná að verða hérna góður Íslendingar að sjálfsögðu. Fallegir og sterkir og gáfaðir? Já. Hvað þú að gera, frú, hérna í kvöld? Já, sko, það svolítið skemmtilegt. Ég hérna að stefna til að vera eins falleg, bara vera fallegur Íslendingur. Ég búin að taka þess mjög alvarlega sem kúrstaðinn Ísland og hef uppskorið alveg frábærlega fyrirgefið. Nú, og ég búin að fara í gegnum þetta með hreystina, með gáfurnar og búin að sanga í safnið. Já, ekki alveg að koma hér? Jú, og svo vaknaði ég einn morgun og sagði, nei, Pála, nú tekur þú því í gegn, þú ert ekki nógu falleg og hér ég komin og bara stefni óflögu í það, verið fullkomn Íslendingur. Býtu þau út búin að vera semst í þessari meðferð hérna með bláa maska og svona, hvað gerist þá? Hvernig muni líða þá? Já, sjálfsögðu hamingjan komin þá. Þá ég komin með þetta allt saman. Það eina sem vantar þessi fegurð og það bara að vinna í þessu. Steinunn, þetta eitthvað sem unga fólki í hinu húsinu vill svona, þetta þeirra skilaboð til nútímans að það þetta sem að við öll erum að Já, það kannski að setja spurningamerki hvort að við séum það sem við teljum okkur vera. Hérna, erum við svona hamingjusöm og ef við segjum já eða nei, ég meina, þú veist, ef maður ekki nógu hamingjusöm, hvað getum við gert til þess að verða þá hamingjusöm? Og þar fram til götum, ef maður setja spurningamerki það, alla þess að, ég meina, hvort maður vil tala blekkingu eða ekki, þetta raunsæ mynd sem við höfum sjálfum okkur og kannski að bera okkur pílítið saman við aðra þjóðir og sjá hvernig við stöndum þar.
það einmitt svo skemmtilegt að kynnast sko fólki að erlendu bergi brotnu sem að flikkjast öll að hérna á kúrstaðinn Ísland, sjálfsögðu, að ná þessari fullkomnu. Sjá fólki sem sterkast og fallegast, gáfaðast og best. Já, með besta vatnið. En allavega því að þið eru að tala öðlast hamingju, ég held maður verði alveg opaslega hamingjusamur að vera í þeirri vinnu á sumrin að vera í götuleikhúsi og fá að iðka hér mullersæfingar og annað við tjörnina. Þú getur ímyndaði hvað þetta gott, bara gott fyrir borgarbúa, gott fyrir okkur sem stórborg, þar sem við teljum okkur vera, að hafa svona lifandi götulíf og líka bara fyrir þetta unga fólk sem að taka þátt, að þetta náttúrulega svo mikill skóli og þetta allt fólk sem að stefnir á kannski meiri frama í sviðslistum eða listum, þetta er krakkar í tónlist og myndlist og leiklist sem í þessu og þau eru bara að stíga sín fyrstu skref Þetta er flott byrjun sem við fáum að njóta með þeim og þau ætla að vera áfram og út í tjörninu og alls staðar í kringum okkur í kvöld. En Karl Olgersson, hann er líka með okkur og er með harmonikuna. Blessaði Kalli, hann er spilar harmoniku með okkur og það er meira sem við ætlum að gera. En áður en við förum í skollaleikinn, þá langar mig aðeins að fara yfir nokkrar tilnefningar sem hafa borist í vali þáttarins vali áhorfenda á framúrskarandi fólki. Fjölmargir tóku þátt, það var hins vegar áberandi hvað Birgitta Haukdal fékk margar tilnefningar. Birgittu Haukdal voru margir að segja að hún væri heilbrigð sál í hraustum líkama, hún væri svo frábær fyrirmynd fyrir börn og unglinga, hún væri svo dugleg og nær markmiðum sínum, gefst ekki upp. Hún hefur heillað allar kynslóður með sínum einstaka sjarma og heilbrigði, sögðu margir áhorfendur sem að greiddu Birgittu Haukdal atkvæði sitt. Ásthildur Helgadóttir, íþróttamaður Reykjavíkur og fyrirliði landsliðsins í kvennaknattspyrnu, fékk líka fullt af atkvæðum. Hún er fyrirmynd fyrir unga stúlkur sem hafa áhuga á menntun og íþróttum, var sagt. Hálfdán Steinþórsson, hann er frábær einstaklingur sem hefur brætt hjörtu þjóðarinnar með framkomu sín í Djúpulaugin í vetur, sögðu áhorfendur. Margir kusu líka Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur og einn skrifaði: það þarf nú ekki einu svona rökstyðja það frekar hvers vegna hún er valin framúrskarandi einstaklingur. Davíð Oddsson fékk líka fjölmargar tilnefningar og svo má nefna Arnþrúði Karlsdóttur, fyrrverandi formann einstakra barna, félag til stuðnings börnum með sjaldgæfa og alvarlega sjúkdóma. Arnþrúði fékk atkvæði. Margir fleiri. Þórólfur Árnason, borgarstjóri, hann var sagt: ég vel hann sem mann ársins í framúrskarandi fólk, því að öll framgang hans og innreið á hinn opinbera starfsvettvang hefur tekist vel og verið til fyrirmyndar. En hverjir sigruðu, það kemur í ljós á eftir. Hins vegar er allt svo fallegt í kringum tjörnina, við erum í svo fallegu umhverfi og við ætlum að fara í skollaleikinn með honum Árna Pétri Guðjónsinni leikara. Ég batt fyrir augun á honum, keyrði auðvitað með hann bæinn á enda en svo stoppuðu við ekki langt frá tjörninni og spurningin sem hann fékk var: hver býr hér? Finnur þú á lyktinni hvar þú ert? Nei. Þú varst eitthvað að hnusa út í lofti. Hvað segir lyktið þér? Hvað segir lyktið mér? Þetta sé ekki Birgitta Haukdal. Hvernig þá? Nei, bara, við myndum halda að vera öðru sem lykt hefur henni. Já. Þá ætla ég að biðja þig að taka niður klútinn og kíkja hérna í kringu þig. Þú segir þetta er ekki Birgitta Haukdal? Nei, þetta er ekki Birgitta Haukdal. Hvers konar fólk býr hér? Hvers konar fólk býr hér? Yngri kantinum, eða svona yngra en ég, myndi ég halda. Á hverju sér það? Það er bara svona samsetningun, þetta er antík en þetta er ekki eitthvað sem hefur erfst endilega niður eftir kynslóðum. Svo gömlu hlutir er í blandi mjög móderna hluti. Við hvað gæti svona fólk unnið? Þetta fólk? Já. Mér fannst að finna terpitinu lykt á en þetta gæti verið annarkvort myndlist eða tónlist. En ég fór með þig út á Seltjarnarnes og út allt, þannig að þú veist ekki hvar í borginni þú ert? Nei, ég veit ekkert hvar í borginni ég er. Ég get þess að vera á Akureyri. Já, það er einmitt svo gróið og fallegt í kringum okkur að við gætum verið á Akureyri. Já, þessu gömlu hús þarna. Já.
Ég veit voða lítið hvar ég Er það? Ég ætla að gefa þér hérna eina vísbendingu. Já, kíkjum aðeins hérna út í garð. Það er verið að slá grasi hérna í kringum okkur og nú er það spurningin. Hver er það sem er með leikhús í garðinum sínum? Það er Brynja Ben. Alveg rétt. Já. Það eru engir aðrir sem eiga leikhús í garðinu sínu nema Brynja og Erlingur Gíslason. Nei. Og hérna er Brynja Benediktsdóttir ásamt nýrri stórstjörnu sem að hún er búin að uppgötva. Og hér er sem sagt, hér eru ferðir Guðríðar settar upp. Já. Þessar. Sæl, Valdís. Sætleska mín. Gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis. Brynja, hvernig er þetta að vera með vinnuna svona alveg hérna bara í hlaðinu? Þú ert með leikhúsið þitt í garðinum. Hvernig er það? Já, það er bara alveg ljómandi, sko. Þá þarf maður enga yfirbyggingu. Það er mjög áhættusamt að reka leikhús, en leið og yfirbyggingin er ekki orðin of þung, að þá gengur þetta. Og við erum 3 sem að rekum þetta, Erlingur maðurinn minn og ég og Súsanna Svavarsdóttir sem kom til starfa í fyrra vor. Þú aðeins kíkja inn fyrir það, því ertu búin að mæla þetta? Eru 10 skref fyrir þig í vinnuna eða eru þau kannski bara 8? Sko það er mjög erfitt því að þetta hús eru hérna 4 hæðir og ég get farið sko niður í kjallarann og upp þennan kjallara og svo yfir líka. Já. Ég kemst sko inn út húsið á svona 6 vegu. Já. En Valdís, hvað er svona merkilegt við ferðir Guðríðar og þessa konu sem þú ert að leika? Þú stendur ein upp á sviði og túlkar sögunar. Hvað er svona merkilegt við hana? Mér finnst sko merkilegast eins og hún er sýnd í leikritinu sko að hún hittir skrítinn þýskan kall sem segir henni frá þessu dásamlega landi sko, Vínlandi hinnu góða þar sem allt er gott og hlýtt og ekkert frost og hún bara þaðan í frá dreymir hann að fara þangað og er ákveðin í því. Bara ástríða sem að fylgir henni og hún velur síðan bara samferðafólki sem að passar inn í drauminn. Hún velur eiginmenn sem eru tilbúnir til þess að fara með hana þangað og hún er alveg ákveðin og hún hættir ekki fyrir hún kemst þangað og hún ætlar að setjast þar að og gerir það en reyndar fer svo aftur tilbaka Welcome to Skemmtihúsið Theatre. My name is Valdís Arnardóttir and I am the actress who will be giving you an insight into the life of the Viking heroine Guðríður Þorbjarnardóttir. En Árni Pétur, þú ert farastjóri eða gæt með erlenda ferðamenn. Það er ekki að koma með þá hérna til Brynju? Það er vandamáli hjá erlendu ferðamennum. Þeir ferðast um landið, sjá Gullfoss og Geysi og þeir sjá Snæfellsjökul og Dettifoss og svo vilja sjá einhverja menningu. Og þeir koma til Reykjavík og það er sumar og þeir spyrja hvað er að gerast og maður segir, jú, það var tónleika kannski kl. 4 í dag. Þeir eru yfir konir í bæinn sko kvöldmataleitið og þá bara vantar eitthvað og þeir vilja gjarna, þeir eru búin að heyra alls konar the first settlers of Iceland og the Vikings og þeir vilja fá eitthvað meira og þetta er alveg ídealt fyrir auðvitað þessi sýning hefur það, já hún hefur það gott kvalitet fyrir þá, semst hún hefur það hár standard á þessu. En við náttúrulega sko byggjum þetta á þessari nálægð við áhorfandann og síðan er þetta rými hér í kring því að gestirnir fari í ferð út í garðinn og upp í leikhúsið. Það var fallegt hérna útsýnið og veröndin og það nýtur kvöldsins og svo líka fá að tala við stelpurnar, leikkonurnar okkar Þórunni og Valdísi. En finnst ekki fólki mjög sérstakt að vera svona eiginlega inn á heimili leikhússtjórans og leikstjórans? Jú, eflaust. Jú. Ég sýni nú ekki inn til mín meðan að hérna stofa mín er bara byrð að skemma fyrir leikhúsið í nokkra vikur. Þannig að það er á veröndinu þínu, inn í þínum heimi algjörlega. Já, það er það, já. Og það fer að koma að úrslitum í vali fólks á framúrskarandi fólki og síðan glæsilegri tískusýningu hér á Tjarnarbakkanum eftir örstutt hlé.
Dreitill D-vítamín bætt léttmjólk sem hentar allri fjölskyldunni. Dreitill. Byggðu þig upp með D-vítamín bættri og kalkríkri mjólk. Nú færðu Dalún vorulur í örbylgjuna. Brakandi, girnilegar með nýju bragði. Meiri áttar. Strax tilbúin. Ilmandi, gullin og stökk á aðeins 3 mínútum. Veldu þér þitt bragð, asískt eða Tex-Mex, eða hvort tveggja. Já, nú hlunkurinn stærri en í gamla daga. Óskajógúrt heilnæm fæða sem fæst í mörgum bragðtegundum og líka létt. Hver þín Óskajógúrt? Hversu mikið ert þú að borga af þínum yfirdrætti? S24 og þú hagnast. Blessaði, Karl. Blessaður. Heldur þetta sé nóg, eða? Það svo skemmtilegt að versla í Hagkaup. Frábært úrval af kjöti. Og girnilegt fiskborð. Það hægt að grilla næstum allt úr grænmetistorkinu. Vel að skjá. Þetta verður flott. Rosalega búið að vera gaman að grilla. Þetta verður gott. Hagkaup, það sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Njóttu öryggis. Internetþjónusta Skýr. Það eina sem erfitt við að kaupa nýjan bíl að passa að ekkert komi fyrir hann. Við hjálpum þér að fjármagna. Leasing. Það sést hverjir drekka Egils Kristall. Þú ert að horfa á Fólk með Sirríu. Sæl aftur. Það komið að því að kynna annan af 2 frábærum sigurvegurum í vali áhorfenda á framúrskarandi fólki. Það var einn maður sem fekk mjög mörg atkvæði og margt var fallegt hann skrifað. Ég ætla að grípa niður hérna í nokkur bréf. Ég vil tilnefna Stefán Karl Stefánsson, leikara, fyrir að stofna regnbogabörn og opna augu landsmanna fyrir einelti. Ég vil tilnefna Stefán Karl Stefánsson fyrir að hjálpa öllu því fólki sem til hans hefur leitað og fengið hjálp. Einnig fyrir að stofna regnbogabörn. Eitt segir hérna, ég vel Stefán Karl leikara fyrir að stofna regnbogabörn og fyrir að fara í flesta skóla landsins og halda fyrirlestra sem voru mjög góðir. Það eru svo fáir í dag sem vinna af hugsjón einni saman. Nú vilja allir fá borgað fyrir allt sem þeir gera. Það gott að vita af einum sem hefur hugsjón og spyr ekki fyrst hvað fæ ég borgað í peningum. Eitt segir hérna, ég kýs Stefán Karl Stefánsson sem framúrskarandi einstakling vegna þess sem hann hefur gert fyrir fólk og gert fólk meðvitað einelti og spornað gegn því. Húrra regnbogabörn, húrra Stefán Karl, skrifaði fólk á netinu. Og hér hann kominn, sigurvegarinn, annar sigurvegarinn í vali áhorfenda á framúrskarandi fólki. Vertu velkomin Stefán Karl, gjörðu þið svo vel. Til hamingju. Takk kærlega fyrir það. Takk kærlega fyrir. Hvernig finnur þú svona dagstaglega þegar þú lappar hérna í kringu Reykjavíkurtjörn og svona finnur þá fyrir þessum gríðarlega meðbyr sem að ég skynja þarna á netinu? Já, ekki nokkur spurning. Það ekki nokkur spurning. Fólk að vinda sér upp að mér og óska mér til hamingju með þetta framlag og svona og margir að bara þakka mig fyrir í rauninni að hafa opnað þessu umræðu jafnvel fyrir það sjálft sko. Já. Og hjálpa því að svona koma fram og jafnvel átta sig á því að það sjálft hafi orðið fyrir einhver svipari reynslu og ég hef verið að tala að ég hef lent í sjálfur. Þannig að það ekki spurning. En hver svona staða þín í þessum málum núna? Því að nú vita margir þú ert búin að þeysast landið og enda og ert með þessa fyrirlestra og hefur
kannski ekki verið að uppskera mikil svona peningaleg laun. Hver staða þín í dag í þessum málum? Staða samtakanna er sú að við erum sem sagt að fara að opna þjónustumiðstöðina okkar, samfélagshús í Hafnarfirði, fyrsta sinna tegundar á landinu og eitt af mörgum sem við ætlum okkur að reisa. Það opnar núna næstkomandi haust. Við erum komið með framkvæmdastjóra, Freyju Friðbjarnardóttur og ráðgjafa sem er tekið til starfa líka, Jón Páll Hallgrímsson. Frábært fólk með þér? Algjörlega frábært fólk með mér og hefur gríðarlega reynslu af því að vinna sem sagt, að málefnum barna og forvarnastarfi og næsta skref er náttúrulega bara að hefjast handa við að aðstoða fólk sem þarf aðstoð og hefur ekki fengið hana neðstæðan hingað til. Þannig að það er heilmikið verk framundan. Heyrðu, og við ætlum að tala saman svona betur efnislega næsta vetur í fólki um þetta, hvað hægt er að gera til að hjálpa. Hérna er bara svona smá þakklætisvottur, glæsileg íslensk blóm, gjörðu svo vel. Smá þakklætisvottur. Og síðan hérna framúrskarandi Chardonnay hvítvín sem að ég vona að þú njótir með spúsutinni og þú býr hérna bara rétt við tjörnin eða ekki? Ég hleyp heim bara og... Bara með vín og rósir? Ég er að koma, skan! En segðu mér, hvað ertu að gera sem leikari núna? Já, nú spyrðu og svarið er að ég er svona... ég er komin í svona hálfgert frí frá því en samt ekki og ég er svona á smá millibils ástandi í leikhúslífinu en ég er náttúrulega fastur leikari á Þjóðleikhúsinu og ég hlakka bara til að sjá hvað kemur út úr næsta vetri. Já. Hvað býður þar, fjöldi verkefna sem að býður þar. En ertu bara í sumarfrí og bara hafa það gott núna? Já, nú ætla ég að reyna að fá að vera í sumarfrí og bara slappa. Þetta er búið að vera skemmtilegu vetur og mikið að gera bæði í leikhúsinu og koma þessu samtökum af stað og það maður aðeins að fara og fá sér smá svona afsláppar sem. Já. Heyrðu, ég bara vona að Steinunn Ólína og allt þitt fólk bara taki fagnandamót þegar þú kemur hlaupandi eftir Tjarnarbakkanum með vín og rósir og ég vona að allir knúsið og kissi næstu daga því að þú átt svo sannarlega marga aðdáendur og vini, það sá ég í þessu vali. Já, og gefum Stefáni Karli aftur frábært klapp. Takk fyrir komuna. Já, takk fyrir að Og nú ætlum að vinda okkur í tískusýningu, spá í sumartískuna. Og ég ætla að ræða fá sumartísku og ræða við hana Völu sem er frá fyrirtækinu NTC. Hvar er hún Vala sem ætla að spjalla við mig? Hún lítur að koma skoppandi hérna. Við ætlum að ræða það hvað einkennir sumartískuna og fá flotta tískusýningu. Og ég bara bíð eftir henni Völu, hún lítur að koma til mín eftir örstutta stund. En síðan á eftir ætlum við að sjá konu sem var líka valin framúrskarandi fólk. Þau voru sem sagt 2. En hérna er Vala frá NTC. Hvað, áður en við vindum okkur í tískusýninguna, hvað er hægt að segja að einkenni sumartískuna 2003? Sko, það sem ég myndi segja einkenni sumartískuna væri öll þessi litagleði. Það er rosalega mikið liti og bæði í fatnaði og í skóm. Svo er náttúrulega mikið gallabuxur og bæði kvartbuxur, og gallabuxur. Og svo eru mínipilsin rosalega vinsæl núna. Þau munu halda áfram að vera vinsæl með haustinu. En til dæmis þessi sterku litir eins og þú ert hérna í svona fallega grænum skóm og ból og hvítt við, er þetta andstæðurnar, er það málið? Já, það er rosalega mikið tekið hvítt með litunum. Já, blanda saman ólíku. Litum, já, það er svolítið mikið núna og náttúrulega svart líka en aðalega hvítt í sumar. En skótnir, þeir hafa nú sjaldan verið litríkari heldur en núna. Já, þeir eru bara regnboginn mættur. Þú getur keypt í bóli lit og skói lit og þú getur fengið verið í sikkur og litnum saman, það gengur allt. Það er rosalega mikið úrval af góðum og flottum skóm í alls kyns litum í sumar. En heldur ekki að það hafi áhrif á sálarríf okkar að hafa liti, svona glaðlega liti í kringum okkur? Ég held það, alveg örugglega. Maður verður einhvern veginn léttari og gaman að klæða sig í svona sterka og skemmtilega liti. Já, engin feluleikur í gangi á Íslandi? Alls ekki, alls ekki. Heyrðu, við ætlum að sjá hérna módel, það eru 20 módel sem þau reyndar mörg þeirra bera glæsileg sólglerugu frá auganu í Kringlunni. Þetta er bara flottasta Prada línan sem nú er í boði. Það er rosa flott. Og hvaðan eru fötin? Þau eru við fórum í nokkra búðir í Kringlunni, fórum í Centrum, Karen Millen og svo var mikið tekið frá Gallerí 17 og svo eru allir skótnir sem stelpunar eru í, þær eru frá GS skóm. Það er einmitt rosalega mikið úrval af þessum litríku skóm. Þessum regnbogans litans skóm. Já, einmitt. Gjörðu þið svo vel, við skulum fá tískusýninguna.
deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love got me looking so crazy, your love. When I talk to my friends so quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Fitted shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat in my heart beats when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. Young Hov, y'all know when the flow is loco. Young B in the ROC. OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the fact is Og þetta sumartískan hjá unga fólkinu í ár í öllum regnbogans litum, sól og gleði. En hérna eru margir góði gestir og bæði út og inni. Ég ætla að vinda mér hérna að ykkur unga fólkinu úr háskólanum. Hvað eru þið að bralla svona þessa dagana annað en að njóta þess að vera í fríi frá skólanum? Við erum að halda útihátíð á skógum, núna fyrstu helgin í júlí. Já. Þið hverjir þá? Hvaða hópur er það? Það er við hérna úr verkfræðinni í háskólanum stöndum fyrir þessari útihátíð. Er þetta eitthvað sem verkfræðinemar gera á hverju ári, útihátíð? Já, þetta hefur verið síðustu ár, nema ferðin hefur alltaf verið farin í Þórsmörk. Aha, býttu nú við, ég hef nú heyrt alls konar svolítið svona, viltar sögur úr Þórsmörk. Já, Þórsmörk er nú stór, svo þannig að bara alveg hægt að kenna á háskólanum um það. En núna er háskólaferð farin á Skógafossi. Já. Og við verðum þarna á tjaldsvæðinu á Skógum. Hvenær? Fyrstu helgin í júlí, þetta er hvað, 5. og 7. júlí. Já. Og þannig að þið bara sitið hérna svona við iðn og ráðum ykkar og skipuleggið útihátíð? Já, það er mikið að skipuleggja og það er hörku dagskrá þessa helgi. Eins og hvað? Já, við erum með grill hérna á laugardeginum. Við ætlum að gefa hamborgara og pulsur og snakk og eitthvað með því að drekka og það. Já. Þetta nýbreytni núna, það er skógarleikar. Það sem við förum í alls konar þrautir og kannski ekki starffræði eða verkfræðiþrautir. Nei, ég held að maður myndi mæta þarna í túnið og fá starffræði og verkfræðiþrautir. Á blokkina að vera að reikna? Já. Nei, við förum í eitthvað sem reipit og eitthvað leiki. En er þessi útihátíð á Skógum, er hún fyrir verkfræðinema, eingöngu verðandi verkfræðinema eða hverja? Það er fyrir alla háskólanema og sérstaklega verðandi háskólanema. En síðan eru þetta allir velkomnir, þeir kannski þurfa aðeins að borga meira. Þau eru refsað fyrir að vera ekki í verkfræði? Já, í háskólanum. Okay. Já, þetta er fyrir allir háskólanum? Já, fyrir allir háskólanum. Og segja okkur aftur hvenær þetta verður? Fyrstu helgin í júlí. Það er ekki 4. til 7. Já, að Skógum. Að Skógum. Já. Heyrðu, bara gangi ykkur vel að funda hérna áfram þessa útihátíð og gaman að vita að háskólanemar verða að Skógum fyrstu helgin í júlí. Endilega með þetta. Góða skemmtun. Gangi ykkur vel með þrautirnar. Hvað ætlum við að gera hér á eftir? Við ætlum að fá frábæran gest sem sigraði líka í valinu framúrskarandi fólk. Eftir stutt hlé. Þú ert 14 mánaða. Nú þegar þú getur staðið á eigin fótum, viltu helst hafa það þannig? Skiptum bleiu? Nei. Róleg, þetta er nýja Pampers Easy Up buxnableian. Bara smeyja sér í hana og af stað. Engin hinna heldur barninu þínu þurrara. Hún er þurrasta buxnableian. Þegar þú skoðar veröldina með augum barnsins, þá sérðu hvernig hægt er að gera hana betri. Nýja Pampers Easy Up, þurr buxnableia.
umferð. Outlander, nýr frá Mitsubishi. Þessi ostur hérna, hann nú bara allur í henglum. Menna, hann var góður, hann var algjörlega eftir að líma hann saman. Ég meina, það alveg dagsvinna að setja hann á brauðið. Fyrirgeðu suppið. Rifnir, snittir, bræddir. Íslenskir ostar, hreinasta afbragð. Fínt, þetta cirka 1 sneðsson. Skyr.is ein næringaríkasta fæða sem völ á. Fitulaust, hitaeiningasnaut, prótein og kalkríkt og einstaklega bragðgott. Skyr.is, varan sem slær öll net. Nuddpottar í öllum stærðum og fyrir allar aðstæður. Polsen Skeifinu 2. Verið velkomin á heimasíðu okkar polsen.is. Ítölsk hönnun. Ítölsk gæði. Kósi húsgagnaverslun. Kraftmikill og örugur. Runo Laguna. B.O.L. Grjóthálsi 1. Góðan dag! Ok, krakkar, hvað það besta við Kókópops? Nú, bragðið! Kanntu að tala? Já, eins gott! Kókópops nefnilega ekki bara gott af bragðið, heldur ríkt af kalki og vítamínum og orku, svo þið getið leikið ykkur allan daginn. Svo ég spyr ykkur aftur, hvað það besta við Kókópops? Súkkulaðibragðið! Halló! Kókópops, frábært á bragðið. Og líka ríkt af kalki og vítamínum. Þú ert að horfa á Fólk með Sirri. Sæl aftur, við erum hér í beinni útsendingu frá Iðnó, lokaþátturinn fyrir sumarfrí og það komið að því að tilkynna hver var hinn sigurvegarinn í vali fólks á síðu þáttarins á strik.is/fólk fer á að bera titilinn Framúrskarandi fólk. Það starfsfólkið á endurhæfingadeildinni við Grensás sem að annast mikið slasað og veikt fólk og sérstaklega var ein úr hópnum valinn. Samstarfsmenn hópuðust á netið og kusu aðstoðarkonu sjúkraþjálfara Ingibjörgu Ósk Ólafsdóttur. Hún sigraði og hérna hún, gefum henni gott klapp. Ég ætla að vitna hérna aðeins í bréf, það komu fjöldamörg bréf, greinilega góður samstarfsandi þarna og menn standa saman og eru stoltir af sínum samstarfsmönnum. Ingibjörgu Ósk segir til dæmis, hún alltaf á jákvæðu nótunum, sama hvað á dynur, hress og kát og vílar ekki fyrir sér að grípa í gítarinn ef þannig stendur á. Hún setur alltaf þarfir sjúklingsins í fyrirrúm, bæði félagslegar og andlegar og algjör vítamínsprauta fyrir samstarfsfólkið, sjúklingana og aðra sem komast í návígi við hana. Þetta hún Ingibjörg Ósk og við ætlum aðeins að skreppa upp á Grensás og kíkja á hennar vinnuumhverfi og heyra hvað einn samstarfsmaðurinn Friðrik Ellert hefur að segja hana. Af hverju tilnefndið þú hana Ingibjörg Ósk í valinu Framúrskarandi fólk? Það nú einfaldlega vegna þess að það sem einkennir Ingu einna helst jákvætt hugafar og lífsgleði og alveg einstök góðmennska. Það virðist vera þannig að hún hefur gaman af öllu sem hún tekur sér fyrir hendur, að sama hvað það og það virðist bara allt leika í höndunum á henni. Það má eiginlega segja að hún hafi mikla tilfinningagreind. Hún nær svona að setja sig í spor fólks og nær að átta sig á því hvað það sem fólki vantar og svo nær hún einhvern veginn að uppfylla þessar þarfir fólksins. Ég get nefnt nokkuð dæmi það hvað hún gerir. Dæmi það til dæmis dæmi ungan strák sem hérna inniliggjandi hjólastólsbundinn dreng sem býr á Sauðárkróki og það voru haldið styrktartónleikar hann
og Sauðárkróki, já, og þegar hún frétti það svo að hann væri ekki á leiðina á þessa tónleika og tók hún svo til og fekk leyfi fyrir því að keyra honum norður á einkabílnum sínum og hún fór 3-leytið og kom tilbaka einhvern tímann í nóttina og þetta vissi enginn af þessu ráðabruki og þau komu öllum á óvart sem voru náttúrulega á þessum styrktónleikum og þetta vakti mikla kátínu náttúrulega en ég held að engi verið samt eins glaður og ungi maður og hún Inga sjálf og svo það sem hún gerir fyrir fólki hún tekur upp gítarinn sinn og spilar fyrir fólki, syngjandi með þeim og dansar og hún klippir fólki í hádeginu, lakkar neglur og fer náttúrulega langt út fyrir sitt starfsvið þannig séð skilur en þetta hún Inga eins og við þekkjum hann og með þessu öllu sýnur það að hún hugsar manneskjunni í heild sem sagt og þetta náttúrulega erfitt fyrir fólk að lenda í alvarlegum slysum eða greinast með alvarlegan sjúkdóm og þegar maður lendir í ykkur líkamlega það hefur áhrif á andlega hliðina og Inga alveg snillingur í því að hugsa manni sem heild og hún vill að fólk líti vel út og að fólki líði vel og þessi góðmennska hún alveg ótrúlega þessi manneska hún frábær. Þetta einstök manneska og hún á svo sannlega skilið þennan titil sem hún fær í þættinu og vil að segja það að hún Inga endurspegli ýmis umræðu efni sem hafi verið í þættinu þínum eins og með tilfinningagrindina jákvætt hugafar og svoleiðis og ég alveg viss það að heimur væri öðru í þessu ef allir hefðu þetta jákvæða hugafar og lesa lífsgleði sem hún Inga hefur og þetta eitthvað sem fleiri ætti að taka sér til fyrirmyndar og það er að hugsa jákvætt og svoleiðis og eins og ykkur frægum maður sagði að líf okkar það mótast af hugsunum okkar og þannig að það er hægt að læra margt af henni Ingu. Og Inga, hérna eru blóm, falleg íslensk blóm sem ég vona að njóti vel og líka hvítvín frá Suður Afríku svo við getum haft það huggulegt svona á frívaktinni, gjörðu svo vel og takk fyrir. Gaman hvað samstæðan mikil á vinnustaðinu þínum, svo margir sem eru glaðir að hafa góða samstarfsfélaga og fóru á netið og kusu þig. Hvernig ferðu að því að vera svona lífsglöð í þessu erfiða starfi? Ég held bara ef að manni líður vel og maður glaðlyndur þá hefur maður náttúrulega margt að gefa og maður fær það alltaf margfalt tilbaka. Þannig að hvað það sem gefur þér svona helst, gefur lífiðinu gildi í starfi? Það náttúrulega að vinna með svona góðum vinnufélögum eins og Friðrik var að tala áðan en ég geti líka sagt að þarna hann bara að lýsa bara sjálfum sér og bara vinnufélögum mínum á Grensárs. Það unnið þar með þessu hugafari. Þetta er það sem að snýst allt þar. Já. Og það náttúrulega það eru náttúrulega svo margir þar sem að verða að sætta sig við alveg fötlun, alveg hræðilega mikla fötlun en svo erum við líka að sjá þar gerast kraftaverk og það náttúrulega það sem að þá fær maður launin sín þó að sé ekki hægt að meta þau til fjár. En já, því ekki eru það peningarnir sem aðstofamenn sjúkraþjálfara að fá í tonnatali, það ekki peningarnir sem að hellaði við þetta starfið eða hvað? Ég hef nú oft sagt kannski að ég hafi efna á því að vinna þarna því ég á mann sem vinnur fyrir mér. Sem nú ekki alveg nógu gott að heyra vegna þess að við viljum öll, ef við veikjumst, að það sé frábært fært fólk sem að annast okkur. En svo kannski þetta fólk ekki að uppskera nóg í launaumslögunum. Nei, það staðreynd að það ennþá þannig að það meira virði að taka við peningunum sem að þetta fólk þarf að borga heldur en að annast það sjálft. Ef ég myndi vera að taka við peningunum sem það þarf að borga fyrir þetta, þá fengi ég hærri laun. En heyrum aðeins hérna í fleira samstarfsfólki sem að fóru á netið og valdi þig, af því að það voru ég klökknaði þegar ég var heima að lesa það sem fólki sagði þig og hérna Sigrún, samstarfskonan þín. Hvað segir þú, Sigrún, hvers vegna valdir þú hana Ingu Ósk sem framúrskarandi fólk? Vegna þess að það alveg ómetanlegt að vinna með manneskju eins og Ingu og ég held að það sé nefnilega með okkur Íslendinga þannig að við kannski það eðlislegt
að við erum svo lítið duglega að hrósa hvert öðru þegar vel gert. En hún Inga þvílíkt framúrskarandi og hún talar að allir séu svo frábærir á Grensás, en ég held að það sé ekki á neinn hallað að þar hún fremst í flokki. Og það sem einkennir hana í viðbót við það sem að Friðrik sagði, það að það geislar af henni starfsgleði og hlýja. Og að vinna á stað eins og á Grensásdeild, þá það alveg ómetanlegt og alveg skiptir sköpum að þetta starfsgleðin og hlýjan smittar út frá sér og alveg geysilega mikilvæg til að fólki líði vel hjá okkur og fari ánægt frá okkur, hvort sem það fer frá okkur fullbata eða eins og Inga sagði sjálf með mismunandi mikla fötlun sem með mikla fötlun sem þeir þurfa að glíma við það sem eftir ævinar og þannig að ég held það að hafa svona mannesku hérna meðal okkar það gefur okkur alveg geysilega mikið. Heyrðu, þakka þér fyrir þetta, Sigrún. Inga, ég las það í bréfi frá einum sem skrifaði mér að þú hafðir sjálf slasast alvarlega. Þú hálsbrotnaðir. Já, í bílslysi. Í bílslysi. Heldurðu að sú reynsla gerir það að verkum að þú ert svona óþreytandi og glöð og elskuleg við þína sjúklinga? Já, það hefur örugglega mikið að segja. Þegar maður búin að verða fyrir svoleiðis lífsreynslu, þá hlýtur það að spila inn í. Já. Og maður sko kann að meta svo margt betur og líka skilur betur. En verður ekki döpur? Ég kom til að hitta ykkur og maður verður alveg virkilega dapur og horfa upp á kannski ungt fólk eða fólk í blóma lífsins sem hefur lent í slysi og svo alvarlega fatlað og alvarlega slasað. Verður ekki döpur í vinnunni að horfa upp á þetta? Jú, maður finnur fyrir því. Maður finnur fyrir sorg. En það líka stendur einhvers staðar að þú getur ekki kynst gleðin og haminginu nema að hafa kynst sorginni. Og það líka stórkostlegt að skynja þá tilfinningu þegar að svo kannski þetta sama fólk útskrifast og það búið að öðlast þá von að það einhvers staðar út í lífinu eigi það eftir að öðlast haminginu. Já. Og þú ert að annast fólk svo vel og dekra við aðra og nostra við annað fólk. Þannig að hérna gjafabréf til þín og það yndislegu stúlkurnar á snyrtistofunni Ágústu í Hafnarstræti. Nú ætla þær að nostra við þig og dekra við þig. Þú færð hérna gjafabréf, snyrtistofan Ágústu í Hafnarstræti, lúxus andlitsbað. Þannig að nú ætla þú bara að leggjast þarna á bekkinn og það vefjaði hlýju og hugulegheitum og dekra við þig. Njóttu vel. Takk innilega fyrir. Gaman að fá því þáttinn og gefum henni gott mat. Og hvað ætlum við að gera hérna fleira núna? Við ætlum það eru fleiri sem eiga eftir að vinna og gleðjast hérna í kvöld því að við ætlum að draga hver vinnur nú ferðina sem að við erum búin að vera að kynna hérna. Það ferð fyrir 4 til München í Þýskalandi og hérna hún Dagrún frá Terranova Soul. Dagrún, við erum hérna með hennan pott og nú að draga, það eru sem sagt þeir sem eru hérna í kvöld og þeir sem hafa komið í salinn í beina útsendingu undanfarið sem að vinna. Þetta glæsileg ferð sem er búið. Þetta mjög spennandi ferð því að það mjög gaman einmitt að ferðast Þýskaland og til dæmis þegar flogið til München þá mjög gaman að taka flug og bíl sem verða sífellt vinsælli ferðamáti. Og hérna ég vil einmitt benda vinningshafanum eindregið á að nýta sér þá þjónustu sem í boði hjá Terranova Soul og kíkja til okkar á ferðaskurðstofuna í Stangarhyl því að við erum með sérfræðinga sem að skipuleggja ferðir Þýskaland. Þannig að böndunum að nýta sér það. Já, við erum með Þýskaland sérfræðinga og það sem sagt ferð fyrir 4, þannig að sá sem að verður lesin upp hér, hvort sem hann heima í stofu eða hérna á svæðinu, getur boðið einhverju með sér með LTU, flugfélaginu og Terranova Soul til München. Má ekki bara bjóða þær að draga? Það hægt að fara í kannski langa helgi og bjóða vinunum með eða gera eitthvað skemmtilegt, fara í menningar og mannlífsreisu til München. Hér komið vinningshafan. Og hver þetta? Það Sigrún Knútsdóttir. Sigrún Knútsdóttir! Frábær! Þetta gaman! Þetta sem sagt, það ekki framhjá neinum. Þetta
yfir sjúkraþjálfinn á Grensásdeildinni sem að vinnur með þessari framúrskarandi manneskju sem við vorum að ræða við hérna áðan. Er það enn skemmtilegt? Var þetta alveg tilviljun? Algjör tilviljun, sérðu það. Sko, þetta er hérna í pottinum, fullt af nöfnum og við erum búin að hrista í pottinum. Og mér þykir svo gaman að fara í ferðalög. Er það ekki? Þeir vita það samstarfsfólkið mitt. Já, það er svo góður andi í kringum ykkur að sko gæfan fylgir ykkur og þess vegna er lukkan með ykkur í kvöld. Heyrðu, og Dagrún bara, já, fyrir hönd Terrana og Sóla vil ég bara óska þér til hamingju. Bara góða ferð. Kæra þakkir. En skemmtilegt. Ertu bara ákveðin hvernig þú ætlar að bjóða með? Hefurðu komið til München? Ég hef aldrei komið til München. Nei. Nei, en nú er það spennandi. Hérna, við verðum að taka þetta upp á fundi í fyrramálið. Já, hér eru margar hendur á lofti. Ég veit að verkfræðinemar vilja fá að fara með þér. Hvítinni fer með og njóttu vel. Og þakka þér kærlega fyrir samstarfi fyrir hönd Terrana og Sóla. Gaman að vera í samstarfi við ykkur. En hérna á eftir, nú þarf ég að safna krafti og kjarki hérna í næsta auglýsingahléi því að það er á leiðinni töframaður sem hótar því, ég veit ekki hvort hann fengið nóg að mér í vetur eða hvað hann hótar að saga mig í tvennt. Þannig að ég ætla að safna kjarki á meðan við gerum stutt hlé. Wait. For the children. Standa krökkunum. Nú getur þú látið klósettið glansa á áhrifaríkan og umhverfisvænan hátt með Harpic salernisþurrkunum, þeim einu sem sturta má niður. Harpic, áreynslulaust hreinlæti. Þetta er Tilda Basmati, toppurinn í hrísgrjónum. Tilda Basmati vaksa aðeins við rætur Himalajafjalla, þar sem fjallalækir renna akrana og hlúð að þeim af bændum sem hafa helgað sig ræktun þeirra. Tilda Basmati hafa töfrandi ilm, einstaka og létta áferð og hið ljúfa bragð gerir þau að hinum fullkomnu hrísgrjónum til að framreiða með öllum mat. Það bragðast engin hrísgrjón á jörðinni eins og Tilda Basmati. Sýrður rjómi er frábær í kaldar og heitar sósur, súpur og bakaðar kartöflur. Hann gerir fiskrétti og pastarétti að veislumat, góður með skonsum og vöfflum. Valið er létt, gerðu það gott með sýrðum rjóma frá MS. Núbundin. Einfaldni, einfaldleiki, tækni, fruggur, frísklegur, öruggur. Talar þú mikra? Vorið komið og grundirnar gróa, gilin og lækirnir fossa á brún. Syngur í runni og senn kemur lóa, svanur á tjarnir og þröstur í tún. Nú tekur hýrna hólma og sker, hrera sig blikinn og æðurinn fer. Ferskt íslenskt grænmeti, sérmerkt þér. Greið leið. Eimskip. Sumarævintýri fjölskyldunar er ævintýraheimur London og strandin á Cornwall. Skoðaðu tilveruna úr hæsta Parísarhjóli heims, dýragarðurinn, frábær söfn, söngleikir, óborganlegt mannlíf og suðræn stemning á Cornwall. Allar upplýsingar á skrifstofu Iceland Express eða á icelandexpress.is. Þú ert að horfa á Fólk með Sirri. Við erum hér við Iðnó í hjarta borgarinnar. Margrét Rósa er þessi mikla heiðurskona sem að rekur Iðnó með myndarbrag. Og ég held að þetta hljóta að vera heljarinnar starf því að hér er veitingastaður út og inni, upp og niðri. Það passar. Við erum með hérna veitingastað upp á annara hæðinni sem heitir Tjarnabakkin sem er náttúrulega opinn öll kvöld. Síðan erum við með kaffihús hérna niðri þar sem við erum að afgreiða alltaf á sumrin bara.
út á palli hérna, við erum reyndar komið borðið hérna út fyrir pallin en venjulega það hérna fyrir innan. Já. Og síðan náttúrulega leikhússalurinn sem svona fjölnota salur, leikhús, tónleikasalur, allt mögulegar uppákomur eins og uppákoman hér í kvöld. En fyrst og fremst þetta náttúrulega, ég að hugsa veitingastæðin uppi á annarri hæðinni. Ég hef nú komið og fengið mér súkkulaðitertu hérna og svona þeim bara að gefa öndunum þá þarf maður nú aðeins að fá eitthvað í munnin sjálfur og ég hef fengið mér súkkulaðitertu hérna úti hjá þér. Já. En þeir sem eru að koma á veitingastæðina á efri hæðinni, hvernig eldhús eru þeir að fá, svo maður segja? Þeir eru að fá bara svona gamaldags út að borða eldhús með rjóma og sósum og öllu tilherrandi, náttúrulega mjög fjölbreyttan matseðil. Núna erum við með svona sérstakann lambaveisluseðil í sumar. Byrjuðum með hann í vor og ákváðum að halda honum áfram til að túristarnir fengju tækifæri til að bragða á fjölbreyttum lambaréttum á vægu verði. Þannig að þú ert ekki með nísku fransku línuna? Ég er ekki með nísku fransku línuna, nei. Og lítið mál að fá ábót ef á þarf að halda. Já. Þannig að við erum svona, ég vil að gestirnir komi, njóti þess að vera hér í húsinu því að bæði erum við með alveg unaðslegt útsýni hérna yfir tjörnina. Já. Og síðan erum við með hálfgert málverkasafn á veggjunum, eða ekki hálfgert, við erum með málverkasafn, það eru allir gömlu meistararnir, eru þarna með sína mynd, getum við sagt. Þetta er klassi út og inni? Þetta er klassi út og inni, já. Og ég veit að það eru margir gestir sem bara bíða eftir að fá meiri veitingar, þannig að ég ætla ekki að tefja það lengur. En færðu einhvern tímann að hvíla þig? Já, ég fæ alveg að hvíla mig. Svo er þetta bara svo gefandi og skemmtilegt að vera hér í húsinu. Já, ég trúi því. En ég þakkaði fyrir okkur í kvöld og nú ætla ég að fá hann Þorstein Stephensen sem er hér með listamenn með sér á heimsmælikvarða. Já. Hvaða listamenn fáum við að sjá hérna sem þú ert búin að fá frá fjarlægu löndum? Þetta hérna er lúðrasveitin Logandi, svo kallið. Fanfare Tjókarlja frá Rúmeníu og Balkanskaga landa. Þetta er þess hljómsveit sem að þykir fyrir að fremst meðal jafningja í svona geðveikri síkvænan tónlist. Og þeir ætla að koma og leika fyrir landan á morgun á NASA klukkan 9 annað kvöld. NASA bara hérna hinum með hodnið, já. Og ég held að þetta verði bara eina af tónlistarupplifunum ársins. Þetta er alveg gjörsamlega frábært band og með mjög svona sérstaka stíl og upprunalegan og ég bara skora alla að drífa sig á morgun. Þetta verður eitthvað til að lyfta andanum fyrir sumarið og það verður að selja mið í 12 tónum með þá. Það eru nokkrir réttir. Veitu og hvað, eru þeir að tala bara rúmönsku eða? Já, þeir tala mestu liti rúmensku og eitthvað svona bland við sitt upprunalega síkunamál. Já. Og ég er nú ekki sterkur í þessum málum. Nei. Til þess að lýsa þín eitt nánar. En það er að því að það er orðið svolítið svona napurt og smá góla hérna, er ekki tilvalið að fá þá til að koma með svona svolítið suðræna stemningu og hlýja okkur hérna? Þetta er núna aftur ekki eftir að saga því í tvent eða? Alveg, ég var að reyna að skorast undan og vonaði enginn myndi Er kannski ekki hægt að frá ykkur eða? Nei, ég var svona, ég veit ekki alveg hvort ég á að þora. Ég vona að þú getur sendt minnst kosti efri hlutan á morgun í Nei, á ég ekki frekar að senda neðri partinn dansa eftir þessari geggjuðu tónlist? Jó, ég held að það er kannski svolítið tónlist sko. En þeir heita sem sagt Fanfare Tjókarlja og eru einstakir í sinni röð. Frábæri snillingar frá Rúmeníu og þeir eru bara til í að blása þetta í gang. Og þakkaði fyrir Þorsteinn, frábært að þú ert alltaf að koma með skemmtilega menningarstrauma til landsins og meðan að þeir hita sig upp og gera sig klára þá ætla ég að fara hérna og hitta hann Jón Víðis Jakobsson, töframann sem er gleðigjafi í öllum boðum og töfrar fram mikla skemmtun. Já, sæl. Hvað ætlarðu að gera við mig hérna? Ég er með tæki hérna sem ég var að fá. Já. Þannig að þetta verður fyrsta skipti sem að ég gera þetta á Íslandi. Þetta er til þess að saga fólki sundur. Ég ætla að biðja bara leggjast hérna á borðið hjá mér. Má ég fá smá klapp og stuðning? Ég ætla að leggjast hérna flöt og láta saga mig tvennt. Fyrsta sinn sem töframaðurinn gerir þetta á Íslandi. Já. Leggst bara í tækið. Japp. Skal við sjá. Þú komið þessu. Það var kannski rétt að setja smá þetta er upp á blóðið skilurðu, ef það skildi leka. Handklæði tekur blóðið. Handklæði tekur, já ég meina... Hvað gerir maður ekki fyrir vinnuna? Er þetta ekki örugglega síðasti þátturinn eða?
Jú, þetta síðasti þátturinn minn. Já, þannig ef eitthvað kemur fyrir, sko. Að sinni, já. Þá ég með plástur. En kemst ég ekki örugglega í loftið aftur í haust? Ég veit það ekki. Já, ég með hérna. Þetta alvöru. Maður náttúrulega bilaður að leggja þetta á sig fyrir starfið. Ertu tilbúin? Já, ég vil bara segja Þú vilt kannski kveðja, mamma og pabbi, takk fyrir allt. En áhörðun, þú ætlar ekki að kveðja áhörðun líka? Sést? Ég vona að ég bara geti talað við þá aftur á eftir. Á eftir? Já. Já, þú ert alltaf svo bjartsýn. Ég bjartsýn. En ég hef aldrei prófað þetta áður, þannig að ég veit ekki... Þú hefur aldrei prófað þetta áður? Við erum að hafa þetta vel fast, sko. Já. Svona. Tengdamamma, ég vil líka þakka þér fyrir allt. Heyrðu. Hvað? Teppið. Teppið, já. Er ekki eitthvað annað að fara að byrja? Getum við ekki bara... Ég fælst. En það sem að ég er ekki alveg í standi til að standa upp hérna í 2 portum, þá þakka ykkur kærlega fyrir samveruna með fólki í vetur og sumar. Við hittumst ef ég verði ekki heimilega í haust og